Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 4. október. Það gengur mikið á í heimsmálunum, ekki síst í Mið-Austurlöndum þar sem að Ísraelar eiga í höggi við andstæðinga sína, einkum Hezbollah-samtökin í Líbanon, hryðjuverkasamtök sem hafa gert íbúum Líbanon og íbúum Ísraels mikla skráu yfir á síðustu áratugum. Þetta eru orðnar miklar skærur á milli manna og nú hafa Íranir sem hafa haldið þessum Hezbollah-samtökum uppi blanda sér í leikinn. Þeir sendu 200 eldflaugar á íbúa Ísraels á þriðjudaginn og það tók sem betur fer að skjóta þær allar niður. En staðan er grafalvarleg en það er ekkert sem bendir til þess að það sé að linast ástandið á milli þessara þjóða. Skulum kíkja þess hér á það hvernig almenningur í Íran hefur brugðist við þessum aðstæðum. انشاءالله که این حملات به شکلی ادامه پیدا میکنه که نتانیاهو و کل اسرائیل از کل منطقه آسیا و دنیا نابود میشن. احساس غرور کردیم و ما پای همه عواقب این اتفاق هستیم هر چی که باشه تاوانش رو پس خواهیم داد. Þetta einmitt veruleikinn sem að gyðingaþjóðin og Ísraelar búa við. Það eru stórir hópar fólks sem að eiga sér þá hugsjón helsta að eyða þeim af yfirborði jarðar. Það er nákvæmlega sama hugmynd og Adolf Hitler og kauðarnir í kringum hann reyndu að framfylgja hér miðja síðustu öld. En það eru önnur mál sem að standa okkur nær hér í Íslandi, kannski ekki eins alvarlega en samt hinn furðulegustu. Nefnd á vegum stjórnvalda hefur komist að þeirri niðurstöðu að það sé ástæða til að skoða áfram möguleikann á því að byggja upp alþjóðaflugvöll í Hvassahrauni. Niðurstöðan er skrítin verði að segja, ekki síst í ljósi eldsumbrotanna sem hafa átt sér stað á Reykjanesi síðustu árin og líka vegna nándarinnar við Keflavíkurflugvöll þar sem að núna er verið að sturta 100 milljarða í uppbyggingu. Það væri nær held ég að skoða aðra fleti á þessu máli, kannski Kaldaðanes fyrir sunnan eða á Mýrum í Borgarfirði. Allavega held ég að það sé engin maður með fullu vit að láta þetta í huga ráðast í þessa framkvæmd. Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur bent á það í samtali við mbl.is að það væri ástæði fyrir því að hraunið væri kallað Hvassahraun. Það er vegna þess að þarna eru ekki neitt sérstaklega góðar aðstæður veðurfarslega, hvað þá fyrir flug. En við munum fylgjast með þessu og vonandi að menn sturt ekki meira en þeim 170 milljónum sem að nú þegar eru farnar í þessar rannsóknir og í þessa nefnd en orðið er. Svo er það pólitíkin hér heima. Þjóðarpúls Gallup sýnir að Sjálfstæðisflokkurinn fer ekki með himinskautum, hann er alveg niður við jörðina í 14%, hefur aldrei mælst lægri. Vinstri grænir eru að detta út af þingi og ekkert sem bendir til þess að þeir síðan á að hífa sig upp að þeim botni og Framsókn er ekki í mjög góðri stöðu. Á sama tíma eru Samfylkingin og Miðflokkur í mjög góðum málum og fara, leyfi ég mér að segja, með himinskautum. Við viljum að ræða þetta, pólitíkin og margt fleira hér við þau Ólaf Jóhann Borgþórsson, sóknarprest og verðandi framkvæmdastjóra Herjólfs og Áslaugu Huldu Jónsdóttur, aðstoðarmaður ráðherra eftir nokkrar mínútur, en áður en að því kemur þá fáum við hér skýrslu úr smiðju Hermanns Nökkva Gunnarssonar. Hann ætlar að upplýsa okkur stöðuna í baráttunni milli Kamala Harris og Donald Trump. Fylgið þið með. Komiði sæl. Stóra fréttin í vikunni í baráttunum Hvíta húsið eru vafalaust varaforsetakappræðurnar á milli J.D. Vance og Tim Walz. Athygli vakti hversu málefnalegar voru og hversu, jákvæðar voru því að CBS lét framkvæma fyrir sig könnun meðal áhorfenda á 88% sem að kappræðurnar hefur verið á jákvæðu nótunum. Við ætlum aðeins að horfa hérna á brotuðu besta frá AFP. A lot of what Kamala Harris proposes to do, and some of it, I'll be honest with you, it even sounds pretty good. Here's what you won't hear, is that Kamala Harris has already done it. Because she's been the vice president for 3.5 years, she had the opportunity to enact all of these great policies, and what she's actually done instead is drive the cost of food higher by 25%. On January 6th, the first time in American history that a president or anyone tried to overturn a fair election and the peaceful transfer of power. And here we are 4 years later in the same boat. Já, ABC tók síðan saman meðaltal 4 kannana sem voru gerðar meðal áhorfenda og kom í ljós að J.D. Vance hafði betur naumlega þó. 48% af þeim sem tóku þátt í könnun segja að J.D. Vance hefði staðið sig betur á meðan 46% segja að Tim Walz hefði staðið sig betur. Það verður þó að taka fram að úrteki í þessu könnunum var þannig að voru fleiri demókratar að svara repúblikanar og maður því ráða að þeir sem að skilgreindu sig sem óflokksbundnir voru líklegri til þess að segja að J.D. Vance hefði staðið sig betur. Álitsgjafi vestanhafs tala einmitt það að Vance hafi átt gríðarlega góða framkomu í þessu kappræðum. Tim Walz á sama tíma var alls ekki lélegur, hann stóð sér líka bara þokkalega vel og var áhugavert að sjá að báðir menn álit kjósenda á þeim jókst eftir kappræðurnar í báðum tilvikum. En við ætlum að færa okkur yfir í aðeins annað. Það var auðvitað í byrjun vikunar þá ákvað klerkastjórnin í Íran að senda 200 flugskeyti á Ísrael
Báðir frambjóðendur, Donald Trump og Kamala Harris, hafa brugðist við því og við skulum skoða þess hvað þau hafa að segja málið. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. Já, við sjáum það að það þverpólitísk samstaða meðal forsetaframbjóðandana með Ísrael, en við ætlum aðeins að fara að skoða stöðuna í könnunum. Við sjáum hérna samkvæmt Real Clear Politics að Kamala Harris leiðir áfram með rúmlega 2% stiga fórskoti sem hún hefur gert í raunar síðustu vikurnar, þannig að það lítil breyting þar á. En við skulum skoða kjörmannakerfið aðeins. Eins og við sjáum á kortinu, tækja sketti hérna niður að hægra megin að það breyting. Allt í einu Donald Trump núna kom með fórskoti í kjörmannakerfinu. Síðustu 2 vikur þá Harris leitt þar og hefur það verið út af Pennsylvania sem núna orðið rautt því að Donald Trump komið með snömmt fórskot og hægt í Pennsylvania og það í raun stóra breytingin á milli vikna. Donald Trump núna aftur komið fórskotið í kjörmannakerfinu. Það ljóst að það eru æsispennandi kosningar framundan. Við erum komin inn í október. Þeir segja að það kom alltaf eitthvað óvænt í október. Við þurfum að bíða og sjá hvort að það gerist. En ég sendi aftur boltan á Stefán Einar. Komið sæl og ný. Þetta var yfirferð Hermanns Nökkva Gunnarssonar á stöðunni í bandarísku stjórnmálunum. Allt í játnum þar og verður það sennilega alveg fram til 15. nóvember þegar að Bandaríkjamenn ganga kjörborðinu. En við erum komið að öðru borði hér, 2 góða gesti. Þau Ólaf Jóhann Borgþórsson sem prestur í Seljakirkju og verðandi framkvæmdastjóri Herjólfs og Áslaugu Huldu Jónsdóttur sem aðstoðarmaður ráðherra og hefur marga fjörunarssopið í pólitíkinni fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, ekki síst í Garðabæ. Komið sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Er þetta ekki rétt lýsing? Jú, mjög góð lýsing. Ég held að þetta sé rétt lýsing. Ólafur, þú ert annar presturinn sem ég fæ hingað í spursmál á því tæpa ári sem við höfum verið starfandi. Já, það heiður. Já, og ég hef átt að vera búin að kalla þig til fyrir löngu síðan, þetta ágætur álitsgjafi, en svo, mig rækir rogastans í vikunni þegar ég sá að þú hefur ákveðið söðlum. Já, ég ákvaða að söðla og nú fæddur uppalinn í Eyjum og þekki vel til aðstæðna þar og Herjólfur, þetta nú eitt stóra málið og nú ég búin að vera prestur í 18 ár og læra margt og mikið í samskiptum við Guð og menn og ég held að sú reynsla, hún gagnist manni á öllum sviðum og ég held að þessi líka hollt að breyta til lengi langa til að flytja á bernskuslóðirnar og leyfa börnunum að upplifa það sem ég fekk að upplifa á mínum uppvöxtarárum í Eyjum og náttúrulega takast á við áskorun að stýra Herjólfi þjóðarskútunni ásamt öllu því góða fólki sem að þar starfar og þess vegna sótt ég en ég get líka alveg sagt þér það að mig rak líka í rogastans þegar ég fekk starfið. Já, þú bara sækir þetta? Ég bara sæki og þetta kom mér óvart en þarna voru menn stjórninni samhljóðum það að mín reynsla myndi koma á góðum nótum, myndi nýtast því að líða sig og verkefnin eru ærin því að það allir með skoðun og allir sem vilja þetta gangi vel en hefur ekki gengið alveg sem skildi að sigla í Landeyjahöfn og hefur verið margar áskoranir sem að því hefur fylgt. Frelsarinn var þekktur fyrir það verkefni að lægja öldurnar á Genesaretvatni. Já. Hafa þeir trúið því að þú munir feta í fótspor hans? Hvað þetta var? Ég setti það ekki í umsóknina því að það var ekkert að reka mig allavega fyrir þær sakir að mér stökkust það myndi klikka. En ég segi það nú alltaf betra að hafa Jesú með í bátnum eins og sungið í sunnudagaskólanum. Það var Herjólf eins og... Nú getur búið svona nýtt slógan, svona siglum á Guðsvegum. Það svona skemmtilegt í kringum. Það hægt að gera það og ég meina og svo kom líka hugmynd með það að einhver vildi breyta nafninu á skipinu, tengja þetta við mína reynslu að Herjólfur myndi fá nafnið Örkinans Óla
Eða séra Herjólfur. Já, eða það. En þetta ekki vesinistars? Fara ekki alltaf allir að ringi þig fyrir þjóðhátíð vilja redda sér? Það svo vont við í Eyjum. Já, það var nú þetta það sem við áslögum að nefna við. Já, var það, já. Svo fyrir næstu þjóðhátíð þá... Ég reikna með að vera alveg fullt af vesinu og fullt af áskorum, fullt af verkefnum, bæði skemmtilegum, erfiðum og leiðilegum og krefjandi, sko. En ég sko, þess vegna ég nú að leiðin í þetta. Það verður gaman að takast á við nýtt. En nú, þú ert, leyfi ég mér að fullur og ég veit að það rétt, þú ert meðal vinsælustu presta þjóðkirkjunni og þú gefur fjölda hjóna saman á hverju ári, þú ert vinsæll prestur þegar kemur að jarðarförum og sorglegum stundum í lífi fólks, skírnum öðru. Þú ert áfram prestur, þú getur sinnt í hjáverkum, jafnvel borð. Já, ég held að ég sagði nú við prestan og kollega minn í Eyjum að ég myndi skilja hempun eftir í Reykjavík. Því að ég hugsa það að vera framkvæmdastjóri Herjólfs sé alveg full starf og rúmlega það. Þannig að ég held ég verði að leggja hempun á hilluna og taka frekar fram sjóstakkin. Er það? Já, meðan ég er í þessu þá verði ég að gera það. Þannig að maður getur ekki látið framkvæmdastjóri Herjólfs jarða sig. Nei, ekki nema bara degi fyrir áramót. Já. Eða þjóðhátíð. Við óskuðum þetta góðs gengis í þessu stóra verkefni. Já, þakka þér fyrir það. Áslaug, þú ert borð í skútu sem að er að... Ég er svona jólakúla þar. Já, hún er svona við það sökkva. Við erum að sjá þessar kannanir svona núna hjá Gallup, þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 14%. Hann þarf ekki að bæta við síðan með svona 50% til að ná 20%, ef mér reiknast rétt til. Þið hljótið að vera alveg á tauginni. Ég segi ekki tauginni, pólitíkin er allstór, en þetta er alveg, þú veist, eru þessar skoðanakannir ekki góðar og maður sér að allir stjórnarflokkarnir eru að tapa töluverðu og við séum þetta svona vera svona þróunina. VG getur þurrkast út þingi? Já, VG og Framsókn líka tapa og það sem að kannski hefur gerst er að þetta er náttúrulega mjög flókið stjórnarsamstarf. Þú veist, þetta eru mjög ólíkir flokkar, ólíka hugmyndafræði og það verður auðvitað alltaf erfiðar og erfiðar eftir svona langan tíma. En er þetta samstarf? Já, þetta er samstarf. Þetta hefur allavega verið það hingað til. Það er ekki samstarf þegar menn fara bara sínu fram og menn vakna í það nótt og það er búið að breyta kúr. Maður sér alveg að það er komin titringur og fólk er kannski aðeins að leyfa sér að segja meira núna en þeir kannski gerðu fyrir ekkert svo lengur síðan og það bara gerist þegar það styttist í kosningar og það eru formannskipti í einhverjum flokkum og það er það sem gerist þá en ég segi bara meðan að ríkisstjórnin er að ná árangri og gerir það, þá heldur þetta áfram en ef það þegar fólk fyrir að ekki ná samkomulega með ákveðin mikilvæg mál þá er alveg gott að blása til kosninga. Hvernig líst þér á stöðunni í pólitíkinni, Ólafur? Jú, hún er náttúrulega áhugaverð og ég myndi ekki vilja vera í stjórnmálum akkurat núna svona í framboði fyrir þessa flokka. Þetta er örugglega mikið hark og erfitt. Það verður spennandi, þetta verður spennandi kosningavetur. Innviðaráðherrann sem fer með málefni ferjusigling á Íslandi, hún verður sennilega formað af VG núna helgina? Já, það er einmitt og þá það er gott að hafa... Þú verður að velja orðin vandlega núna. Já. Verður þið á fjárlögum? Ég held að hún, eins og allir aðrir sem að koma að rekstri Herjólfs vilji gera vel og vilji ná árangur eins og Áslaug segir og bara ég treysti á það að með allir leggja sér fram það og með þeim eftir ekki. Já, og það er alveg eðlilegt þegar þú ert komin inn í kosningavetur, þá fara allir að kjarna sig og hugsa bara hverju hugmynda, eðlilega, það er bara eðli stjórnmálana. En svo þarf maður samt líka að vanda sig að þegar þú ert í stjórnarsamstarfi sem er svona flókið og það þarf alltaf einhverja málamiðlanir en þegar þú fer að sjá kannski að þú ert að gera of mikla málamiðlanir, þá er það eitthvað sem við þurfum að... Hefur ykkur að trúa því að þeim flokkum muni ná vopnum sínum fyrir kosningar? Já, ég er bjartsýnskona, ég hef alltaf verið það. Og svo bara þegar maður skoða söguna, það getur alls konar gerst, sko. Ég bara að þegar nú er nýjastarnar forsetakosningar, ég vonu þar að þegar ég sá skoðanakannir þar, hvernig þar þróustu, þá skildi ég ekkert í því okkur að Halla Tómasdóttir kastaði bara ekki inn handklæðinu og hætti. Hún er forseti, þannig að ég kannski bara ekkert rosalega góður spámaður þegar það kemur að, þannig að það getur allt gerst í kosningum. Við höfum alveg séð það, ég meina, við sáum alls konar breytingar, til dæmis að vera að rifja upp daginn í kringum Wintris-málið. Þegar Sigmundur Davíð, það voru þá starfsstjórnir 5 mánuði og þá voru allir Píratar komnar í hæstu hæðir, bara hvað fór upp í 40% fylgi eða hvað var það, Sjálfstæðisflokkurinn og það bara, ég segi, ég meina, það eru einhverjir mánuðir í kosningar, það er langur tími, við vitum að vika getur verið langur tími í pólitík. Er Bjarni Ben að fara að halda áfram? Ég bara veit það ekki. Það er landsfundur í lok febrúar og það, ég segi, þetta er mjög langur tími í það, þannig að það getur alls konar gerst. Hvernig metur þú það, Ólafur? Ég held að já, ég er svo sammála Áslaugu með það að vika er langur tími í pólitík og
og þetta sér maður, þetta nú búið að vera svolítið í eina áttin að þróunin á fylginu, hvernig það hefur verið, sko. En svo vitum við líka það að þegar að menn gíra sig upp og það sáum við nú til dæmis bara með svona afslöppuðum svona fyrirsögnum og ekki bara best að kjósa Framsókn. Og þá bara, jú, gerum það þá bara, það langt best bara. Og hvað það hefur mikið að segja, sko, þegar menn eru komnir í gír, sko. Og nú segir Sigurður Ingi, þetta alltaf að koma. Já, en ég held samt við þurfum líka að hugsa, sko, eitt þegar þú stendur fram fyrir að segja bara hvort kýstu ríkisstjórnina eða einhvern ákveðin flokk, eða svo þegar þetta komið, sko, hvort kýstu miðflokkin eða sjálfstæðisflokkin eða, þegar þú ert komin þangað, þá valkosturinn að því að, þetta mjög óvinsæl ríkisstjórn, þetta brusut, þetta orðið flókið, þannig ég held líka að það muni margt svona breytast í því þegar að flokkarnir geta raunverulega farið svona skerpa aftur á sinni hugmyndafræði og svona raunverulega sagt hvað alltaf að gera. En svo líka spurning hvernig aðstæður eru líka eftir að þróast. Nú sjáum við að stýrivextir voru lækka í vikunni og hvort að það gefur tilefni til einhvers konar bjartsýni og verðbólgan leiðir niður og hvort að það verður þá til þess að eitthvað fara á stað hjá stjórnarflokkunum núna. Og næsta ákvörðun í nóvember, þannig að við verðum að vera bjartsýn að sé eitthvað svona þetta sé alltaf fara á réttan farveg. Einhverju hefur kannski haldið að þú myndir fara í framboð einhverjum tímapunkti, Ólafur, sem vinsæll prestur, en þú ert að stefna í allt það rátt bara út í Eyjar og í útgerðina, en Áslaug... Ég tjúluðu að hann fari í framboð, ég myndi styðja þig. Já, þakka þig fyrir. Já, ég veit að Ólafur myndi styðja þig, þess vegna spyr ég sko, ætlað þú í framboð? Nei, ég ekki... Þú ert í Suðvestu, það verður nóg af lausum sætum á lista, er það ekki? Já, ég veit ekki hvernig það fer. Nei, ég er ekki leið í framboð. Af hverju ekki? Ég var í 12 ári í bæjarstjórn í Garðabæ og það var ótrúlega skemmtilegt og hugur minn, ég einbeitti mér að sveitarstjórnarmálunum. En hvað ætlarðu þá að fara að gera? Ég held að við þurfum að gera eitthvað í menntamálunum. Ég held að það sé kannski bara næsta verkefni. Þú varst líka í menntamálunum, já, þú varst í Hjallastefnunni. Já, ég var framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar í næstum áratug og formaður samtaka sjálfstæðandi skóla. Og svo En það er allt í klessu í menntamálunum. Já, ég er samt svo ánægð að menntamálin séu loksins komin á dagskrá. Og það kannski ekki, það má alveg hrósa ykkur morgunblaðsmönnum fyrir það, þið hafa svolítið settið á dagskrá. Þakka þér fyrir. En staðan er bara mjög alvarleg. Ég meina við erum að sjá hér, þessar tölur, við erum að hvort sem það er sko að helmingur drengja sem útskrifast úr grunnskóla er ekki læs. Þegar við skoðum á alþjóðlega mælikvarða eins og PISA, þá erum við sko undir meðaltali Norðurlanda og OECD árangur ekki bara í læsi heldur í fleiri greinum. Ef við horfum til leikskólana, við erum með hér leikskóla þar sem 88% nemenda eru ekki með íslensku... En vitringandi við menntavísindasvið háskólans og menntakerfi og kennarasambandi, þeir sussa bara á okkur og alla þá sem að vilja ræða þessi mál og leita lausna til að bæta. Þeir segja að það er bara allt í lukkuna vestandi. En er það ekki breytast? Ég held að sko að það að verið fókus núna og eins og það búið að vera á menntamál, við eigum ekki að hrökkva í vörn. Við höfum bara hugsað sem tækifæri, þetta sé komið á dagskrá, þetta er risastórt mál fyrir okkur sem samfélag, þetta er bara risastórt efnahagsmál og ef við ætlum að byggja hér upp til framtíðar þá þurfum við að hafa vel menntað fólk og það er bara samkeppni í heiminum fólk og fyrirtæki og við þurfum og ég meina að þetta er ekki, ég meina nú í mínu ráðuneyti þar sem ég starfa, þar erum við með háskóla en þetta er náttúrulega keðja og ég held að sveitarfélögin þurfa að leggja miklu meiri áherslu á leikskólana og það er svo margt sem við þurfum að gera betur í grunnskólunum og ég held að það sé kannski stóra verkefnið. Áslaug Arna, mín kona, það sem ég starfa, hún var með frábæran pistil í Morgunblaðinu í morgun, einmitt menntamálin og þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að gera og ég held líka að því að við erum að tala pólitík og hugmyndafræði, það var til dæmis þegar ég var í bæjarstjórninni þar, þá lögðu við bara mjög mikla áherslu á leik- og grunnskólamálin og það eru svona atriði sem skipta máli, eins og bara með leikskólana, við sögum það skiptir rekstrarform máli. Við viljum fá fjölbreytta skóla og ólíka valkosti og það skiptir máli upp á val foreldra. Í grunnskólunum, bæði að það sé fjölbreytni við rekstrarform. Viltu fá ávísunarkerfi? Ég meina í Garðabæ er ávísunarkerfi. Ég meina það er bara að segja, heyrðu, það er engin þar eins og kontorn með Reykjavík sem skrifar einhverja línur í landakort hverfamúra það hvert þinn barn skal fara í skóla. Nei, en landið er stærri en Garðabær og... Ég er bara að hugsa með þess að við gerum það, sem ég finnst skil ekki að fleiri geri, að þá sérstu bara að taka það þannig að segja, heyrðu, þú hefur bara val það hvert þú fyrir í skólan, af því ég trúi því, út frá hugmyndafræði, að þú veitir betur hvað er best fyrir barnið þitt, heldur kerfið og það sem gerðist í Garðabæ, að leið og við vorum komið að það var val skóla, mikill meirhluti bara hélt sig í sínu hverfisskóla, en foreldrar verða ánægðir af því þeir standa með sínu vali, af því þeir geta raunverulega farið. Ólafur, þú ert með börn í skólakerfinu? Ég er með börn í skólakerfinu í Kópavogi. Ert þú áhyggjulaus yfir þessu? Nei, við sjáum sko að útkoman er ekki góð. Það
Svona ég yfir þessu menntamálum. Þetta bara ekki í fyrsta sinn. Þurrka þetta bara með Morgunblaðinu. Það má nýta Morgunblaðinu ímislegt. Já, við eigum fleiri eintök. Þetta segir bara hvað þetta er stórt mál með þessi menntamál. Rakadrætt blaðið. Næst mætum við bara með svundu þegar þú kemur. Ég held að það væri betra sko. Það væri bara ég. En fyrirgefðu, mér langaði bara aðeins að fá athygli. Já, þakka. En ég segi það. Þetta útkomunin ekki góð og þá hlýtur að vera eitthvað að og ég meina og margir hafa bent á, þú veist ekki bara námsleið sem eins og Áslaug bent á, þú veist líka bara þetta að börnin skora ekki hátt í að finna samkeppni með öðrum til dæmis sem ég myndi segja var líka mikið áhyggjuefni og bara hvernig, já ég meina kannski ákveðin skortur á aga og fleiri sem að þarf að einhvern veginn að bæta og ég meina ég var að foreldra fyrir daginn og þar var sko, og ég veit að þetta ekkert einfalt því að það svo margar skoðanir uppi. Mér finnst bara að sko börnin eigi, og ég er svona dáltaði gamla skólanum í því, að bara börnin eigi að læra að lesa, læra starffræði, læra það sem er mikilvægt í lífinu, en líka læra að haga sér. Og ég var foreldra fyrir daginn og þar var að vera til dæmis skammast yfir því að það væri punktakerfi í skólanum, væri svona refsing, það væri gamaldags agastjórnun. Nú við veitum rauður stimplónum með fíluköllunum og brottköllunum. Já, ég man þetta hafði allavega var svona svipað á mann sjálfan á sínum tíma, sko, mann vildi ekki á punkta, sko. Þetta er mjög góður punktur. Þegar ég var framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar, þá lögðum við náttúrulega, Hjallastefna byggist á rosa stórum þætti líka upp bara félagsþjálfun. Að bara þjálfa börn í samskiptum, fallegum og góðum samskiptum sem ég held að samfélagið okkar þurfi og ég veit að eru fleiri skólar að gera þetta en kannski þurfum við að leggja meiri áherslu á það og svo að við erum komin inn í grunnskólamálin, ég meina samræmdu prófin sem þá voru skipta bara raunverulega miklu máli og þar unnum við bara mjög markvisst það. Við vorum sjálfstæðandi skóli, við fengum ekki nemendur í áskrift, þannig við þurftum að sýna árangur. En skólakerfið segir bara þessi samræmdu próf eru bara úrelt. En þar vorum við bara, þar var bara lögð alvöru áherslu á samræmdu prófin, það var bara krakkarnir voru bara vinnubúðir, nú erum við bara að fara að gera þetta skemmtilegt og við ætlum að ná árangri og ég meina Hjallastefnan var, meðan ég var þar alltaf í topp 5 yfir mesta árangurinn í læs og stærðfræði og það sama var að segja Landakotsskóla og Ísaksskóla, þessa sjálfstæðandi skóla, gleymum því ekki, sem eru innan við 3% af öllu grunnskólastarfi á Íslandi. Þannig að, og þegar þú ert þarna, segja annars vegar að þú hefur eitthvað markmið til að ná og sýna hvernig stend ég, hvernig næ ég meira árangri, hvað þarf ég að gera betur og svo framvegis, en líka bara gagnvart því að sjá fyrir foreldra sem að velja skóla. Af því að þú veist, hættan er líka þegar börn koma alltaf í áskrift alveg sama hvernig það gengur og einkaskólarnir eða eins og við gerðum í Garðabæ það sem voru ekki bara einhverjir hverfamúrar hvaða skóla þú átt að fá heldur þú getur valið skóla út frá hugmyndafræði, út frá árangri, út frá alls konar hlutum. En eitt af því sem hefur skeð á síðustu árum og þú þekkir mjög vel Ólafur, það er búið að úthýsa kristindómnum og börnin þekkja ekki sögurnar af miskunnsama samveranum og hvað það allt er. Er það hluti af þessum vanda? Já, ég held að það sé alveg klárt að óháð því bara hverjar trúar veru og auðvitað þurfum við að bera virðingu fyrir ólíkum lífskoðunum og þess að það er. En ég held samt sem áður að þessi lærdómur sem að bara bæði fyrir menningarlæsi og fyrir siðferði og annað, þá held ég að það væri öllum hollt að heyra sögurnar af Jesú, hvað hann kendi. Og ég ætla nú ekki að segja að þetta eitt og sér að það að kristinfræðin eða kirkjuferðunum hafi verið úthýst að það skapi þann vanda sem við etja núna, en ég held að minnst á kosti að það hafi, já það hjálpi ekkert að ýta þessu fræðum út, sko. Ég vil líka segja, með til dæmis, ég sitt í skólaráði í Öldusselskóla og var þar á fundi í morgun og eitt af því sem er líka, það er þetta, og ég veit að þetta er mjög klísukent, en var þetta notkun síma í skólum, sem eyðilegur skólabrag, til dæmis í frímínútum og hádegishlíum og svona, í Öldusselskóla, köllum það símalausan skóla, út af því að þar er engin sími leyfður á skólatíma. Og þarna fullur hún nemenda, þetta var bara sem hann sagði í morgun, 9. bekk, hann sagði, það er miklu betra að vera með síman heima heldur en í skólanum vegna þess að við spjöllum miklu meira saman. Og þetta var bara, það var ekki verið að knýja hann að segja þetta, út af því að þetta var bara hans einlæga skoðun. Hann var ekki pyntaður til sagna? Hann var ekki pyntaður til sagna? Hann var ekki pyntaður til sagna. Ég bara tek algjörlega undir þetta, sko, samfélagsmiðlar og símar eiga ekkert heima í skólanum, en hins vegar eru fullt af tækifærum sem fylgja tæknin og gervigrindinni í það hvernig við erum lítil þjóð og ég meina eitt af vandamálum kerfisins hér eru léleg námsgögn. Við erum bara lítil til að gera nú getum við fara að nýta tæknina miklu betur. Það eru komin út í heimi ótrúlegt
það sem gervigreind nýtt í námsgögn og fleira sem ekki bara getur hjálpað landi svo okkur í þessari þróun og í námi, heldur líka heimanámi. Því talandi sko jöfn tækifæri barna, ég meina menntun besta jöfnutækifæri sem börn fá og aðgengi að því, þannig að þar eru líka tækifæri. En skjátíminn ekki, þetta faraldur, þetta bara, þetta hræðilegt. Og hefur hræðilega afleiðingar og þetta allt við komum bara með sko lítil börn sem eru bara að verða sko En af hverju taka foreldrar ekki á þessu? Ég held að þetta sé svona hluta þessu stærra verkefni þegar við tölum bara almennt menntun og það annars vegar bara hvað við gerum inn í skólanum og þjálfum líka kennara með tæknina en líka þetta meira samstarfi foreldra og upplýsingar til þeirra. Ég held bara að þetta sé erfitt. Ég held við séum bara, þetta kemur einhvern veginn og við erum bara ekki búin að læra nógu vel á þetta. Og þannig að við þurfum að nýta tæknina þannig hún sé raunverulega byggja upp en ekki skemma. Og mér langar að tala aðeins því að það læsið og bara svona menningarlæs og svona. Það annar þáttur í það alvarleika þess að við séum svona illa læs. Af því að þegar þú nærð ekki tökum á tungumálinu þínu, þá getur þú verið hjá þig og átt samskipti sem býr bara til alls konar gremju og gerir manneskjuna bara fyrir ungt fólk sem heldur ekki tökum á málinu og læsi. Það næri ekki að taka jafn mikið þátt í samfélaginu og það hefur afleiðingar sem getur bara verið ekki góðar upp á virkni og alls konar þætti sem við erum að kljást við þegar fólk eru orðið eldra. Talandi læsi, eitt hluta því fjármálalæsið, nú var Seðlabankinn, eins og myndist á að lækka stýrivexti 25 púnta, nú eru vextirnir ekki nema 9%. Ekki nema, bælti því. Og verðbólgan fór reyndar hraða niður heldur en menn bjuggust við, komin í 5,4%. Hvernig leist ykkur svona á þessa ákvörðun Seðlabankans? Jú, og loksins segja nú margir og flestir og allir kannski út af því og segja sumi nú er lækkun að tímabila hafið. Þetta náttúrulega í raun alveg ferlegt að fólk sem ekki gert neitt annað en bara það að koma þaki yfir höfuðið sé bara, liggum við bara gjaldþrota. Það bara fer allt í klessu ef það kemur ykkur einn auka reikningur. Út af við erum búin að reyna, það voru hérna allir alltaf bara í svona verðtryggðu lánum og svo gáðust menn upp á því og fór í myntkörfulánum og það fór í klessu í hruninu og þá ætlum allir að reyna að vera skynsamir og fara í óverðtryggðu lánin og þetta allt saman. En svo líka lendir maður í vandræðan þar sko. Þannig að þetta er eiginlega alveg svakalegt ástand fyrir bara venjulegt fólk að búa við að þetta skuli hafa geta í rauninni bara gerst og fólk sko sem segi bara meðal maður millitekjuhópi að skuldar ekki neitt nema bara í húsinu sínu sem allir verða nú að gera það flestir að það eitt og sér sligi bara fjölskyldu og komið bara í þrot sko. Og svo eru komin í það og ég nú unga drengi sem fara bráðum vonandi einhvern tímann að flytja heimann. Þá fyrir maður bara að hugsa hvernig það og varandi bara það fyrir að komast inn á húsnæðismarkað og það hjálpa nú ekki þegar vextinu svona. Verðum við ekki bara að ganga í Evrópusambandið og fá evru? Nú fyrir öll Samfylkingin að ræða það fleira með þér og þú fær einhverja með þér í það. Já, Jón Gnarr kemur hér eftir að ræða þetta. Já, einmitt, það er áhugavert að heyra hvernig hann svarar því. En þannig að það er svona, þú veist, já, það sem að velti fyrir sér hvað áhrif þetta hefur og þess vegna var merkilegt að sjá hér fréttir daginn að allt í einu kom frétt það að fjármálaráðherra var að hugsa það að fara að skattleggja foreldra sem aðstoða börn sín að kaupa íbúð. En svo var það dregið tilbaka. En þá fór maður svona aðeins að hugsa svona í þessum húsnæðismálum, þetta tengist náttúrulega líkinni, nú eru sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu, byrja að tala svona vaxtarmöguleika, hvort það megi taka lengra til að byggja meira upp þessar línur sem hafa verið teiknaðar hvað maður byggja, þannig að það er alls konar þættir sem fara að gerast í kringum þessi húsnæðismál og vextirnir hafa vissulega áhrif á alls konar í því samhengi. En hafið trúið því að við náum tökka á þessu? Ég horf nú á þessi fjárlög sem þið hefur verið að vinna að auðvitað inn í fagráðuneytunum og fjármálaráðuneytinu. Mér sýnist þetta nú ekki lýsa miklu metnað að ætla að keyra ríkið með 41 milljarðs halla á næsta ári og halla árið þar eftir og mögulega afgang árið eftir það. Getið ekki bara tekið til í þessu bókhaldi eins og heimilin eru neitt til að gera þegar vextir fara upp á þetta? Maður hugsar alltaf að ekki hægt að gera þess meira og betur. Við þurfum raunverulega að hugsa, held ég, vera miklu duglegri því hvernig hið opinbera hefur svona náð að þenjast út og hvað við getum gert betur með það sem er inn í kerfinu. Og svo held ég að sé líka mikilvægt eins og bara Áslaug hefur að stýra í sínu ráðuneyti, þú veist að þegar þú ert að koma eitthvað nýtt, sko, hvernig fjármagna, það þarf ekki alltaf nýja fjármuni í nýja hluti. Það má hætta við eitthvað. Það þarf að taka stundum að hugsa hvernig við erum að nota peninga innan einhvers ramma og hvað við ætlum að setja eftir að taka úr einhverju, það er ekki alltaf bara viðbótin, sko. Það er hættulega. Það er svo auðvitað að setja nýja skatta. Það virðist vera einstaklega létt verk og jafnvel þó að Sjálfstæðisflokkurinn sé þarna við stjórnarborðið. Það eru komin nýjir skattar, það er komið kílómetragjald og það er komið hinir þessi skattarnir þó að allir segi nú er komið tíma að lækka skatta. Já, það þarf líka þá að hætta, við þurfum að hætta að gera eitthvað, það þarf að hugsa
og ég held að það, hvað sem við tala menntamálinn eitthvað annað, að forgangsraða hvað raunverulega á ríkið að vera að gera og hvað skiptir mestu máli núna og hvað það eftir sem við þurfum ekki að gera eða getum hætt eða minnkað. Í þessu ljósi skiptir þetta máli hvernig kosningarnar fara. Hver spáið? Erum við að fara að kjósa í vor? Þetta að fara að springa núna eftir að Svandís tekur við? Hvaða flokkar munu ná vopnum sínum og mynda hinn meirihluta? Sko það verður náttúrulega mjög áhugavert að sjá bara hvað gerist helgina. Og mér finnst nú Svandís hafa talað þannig svolítið eins og hún vilji klára þetta stjórnarsamstarf allavega til vorsins. Maður ekki skilið það öðruvísi en það verður áhugavert að sjá hvað gerist. Ég held að það væri best, eins og ég sagði hérna upphafi, ef að ríkisstjórnin allavega að ná einhverjum málum fram sem skipta máli, þá sé það bara farsælt og gott, en svo getur svo allt margt gerst, sko. Þannig að ég held að það sé bara mjög óráðið hvernig þetta þróast. Það er ekki búið að setja upp lista og maður, þú veit ekki alveg hvernig og þetta... Nei, og ég segi, nú fer miðflokkurinn með heiminskautum, við sjáum það í öllum könnunum og náttúrulega bara þessi 2 manna þingflokkur, hverju hann hefur áorkað er alveg ótrúlegt ef við tökum mark á skoðanakönnunum. Já, samt, áorkað í hvað? Að fá athygli eða í verkum? Já, við allavega draga til sér fylgi allavega, draga til sér fylgi. Óþarf að brjálast. Ég bara vatni bú, annars er ég held niður aftur. Nei, allavega draga til sér fylgi og vekja athygli á sínum málum greinlega, allavega þannig að fólk vilji kjósa flokkinn, en svo ser maður líka, svo erfitt að ráða í því við eigum til að sjá hvaða fólk verður þarna á listum og hvernig það verður. Nú er náttúrulega Arnar Þór, hann kannski, ég veit ekki, heggur eitthvað í fylgið þar. Gamall samherji þinn í pólitíkinni í Garðabæ? Já, einmitt, hann var með okkur og framboðslistar. Ykkur helst ekki vel á fólki? Allavega ekki honum. En ég samt vona að kannski er þetta staðan hvernig þeir ríkisstjórnin í pólitíkinni í dag, að þegar kemur á kosningum verður bara kosið eftir málefnum og hugmyndafræði. Ég hef svolítið í þessi ríkisstjórn og hvernig pólitíkin hefur verið, mér stundum fundist þetta of mikill populismi, það bara þarf eitthvað eitt mál til að fá athygli. Mér finnst þetta er risastórt mál að vera hér stýra þessu þjóðarskútunni og hvert við ætlum að fara. En þá verða kjósendur að geta treyst í að flokkarnir framfylgi þeirri stefnu sem þeir heita í kosningum. Já, algjörlega, og menn þurfa bara að finna trúveruleikann í því og lofa einhverju sem geta staðið við. Þetta er spennandi. Hvað kostar far fyrir eitt bíl yfir til Eyja? Þetta er á mjög góðum kjörum, 3 og 6. Er eldri borgar afsláttur? Það er eldri borgarafsláttur, þú farin að hugsa það strax. Já, eru bara hlýðari aðtöku hvað þú væri komið með þessar tölur og hreint. Já. Þetta er svolítið næst í saman. Já, við jöfnum þetta hér eftir. Óska ykkur báðum góðs gengis í ykkar mikilvæga störfum og inn í helgina. Þakka ykkur kærlega fyrir að mæta hér til leiks og skvetta hér vatni við mann og annan. Áslaug Huld og Ólafur Jón. Takk fyrir það. Hér eftir örskamma stund, Jón Gnarr, sem gengið til liðs við Viðreisn. Herragarðurinn klæðir þig vel. Komið þið sæl og blessuð. Ég hef lýst honum sem mesta ólíkindatóli íslenskra stjórnmála á síðustu áratugum og er þá Ólafur Ragnar Grímsson ekki undanskilinn. Hann er kominn hingað til mín Jón Gnarr sem ætlar að fara í framboð fyrir Viðreisn og já, hann hefur eiginlega látið hafa þetta í sér að hann ætla að gerast mjög aðsóknsmikill innan flokksins. Nú þegar, við ætlum að fara hér yfir pólitíkina með honum næsta hálftíma eða svo. Velkomin Jón. Takk að fyrir. Segðu mér... Ólíkindatól, já. Er það ekki? Jú, en ég menna, mér finnst bara gaman, ég reyni, hef alltaf lagt mig fram það í lífinu, að reyna einhvern veginn að koma ánægilega og óvart. Svona einhvern veginn, já, einmitt, eitthvað svona, verið ekki fyrirsjáanlegur. Mér finnst það líka bara, lífið er nokkuð fyrirsjáanlegt. Já. Sem sagt, það er að segja, sko, það mun taka enda einn daginn og það er nokkuð örugt. Og mér langar að prófa bara alls konar, skilur. Ég vil ekki svona, þú veist, þegar að fyrir að líða lokum hjá mér, einhvern veginn, okkur prófaði ég það ekki, okkur var ég svona mikið gunga, ég gerði það ekki, skilur. Já, þannig að... Er þetta ævintýraþrá? Já, þetta er ævintýraþrá. Ég menna, þetta er bara, sem sagt, lífið er bara eins og ferð í rússíbana og þú færð bara inn á ferð og það er kannski gaman og svona og þið langar að fara aftur en það er ekki önnur ferð, sko. En, sko, ekki svo við vitum. Þetta er í 3. sinn á eina ári sem að þú kemur hér við þetta borð hjá mér. Já. Það hefur engin annar maður afrekað. Nei, mér finnst líka bara gaman að koma. Ég þakka þér fyrir og gaman að fá þig. En
þegar þú komst hérna með Sigurjóni Kjartanssyni kollegaðinum og ég spurði hvort þú ætlar að bjóða fram til forseta, þá tókstu því mjög fjarri. Svo örfáum vikur seinna þá hafður gengið á bak orðaðina og þú varst bara komin á fulla fyrir forsetaframboð. Er eitthvað að marka að því sem ég legg fyrir því? Já, ég upplýsi ekki allt svona í fjölmiðlum bara svona sko. Maður verður að halda einhverju leyndu og spila eitthvað smá game og svona. En mjög líklega, ég man ekki eftir þessu sko. Þetta til á upptöku? Já, þetta til á upptöku. Ég man ekki eftir þessu, en mjög líklega var ég ekki búinn að ákveða að gera þetta. Líklega ekki? Líklega ekki. Annars hefði ég líklega, hefur þú séð það á mér að ég ætla að ég ekki geta neita því sko. Þú hefur verið í pólitík áður, þú varst borgarstjóri Reykjavík, þú stofnaði Bestaflokkinn og náðir miklum árangri í kosningum hér skömmu eftir hrun. Já. Þetta verður svona ég leyfi mér að segja samkrull við síðan Bjarta framtíð sem að átti sér ekki langa framtíð, sprengdi ríkisstjórn til 2017 og flokkurinn hvarf í kjölfarið í þeim hvirfli. Ég var ákveðin í því bara strax í byrjun að ég ætlaði ekki að halda áfram í þessu umfram kjörtímabilið og vildi að besti flokkurinn yrði bara svolítið lagður niður bara en leið ekki skemma fyrir öðrum í flokknum sem vildu halda áfram og Björt framtíð verður þannig til sko og ég svona styð Bjarta framtíð aðalega bara af svona vinsæmd og vináttu við stofnmeðlimina sko. Þetta varð algjört lestarslys Björt framtíð, þetta fór algjörlega í klessu hjá Óttari viniðinum og Björt og þessu fólk. En við meðum gilna því að Óttar sko var heilbrigðisráðherra og stóð sig að mínum dómi alveg gríðarlega vel í mjög erfiðu árferði og kom mörgu ágætu til leiðar sko, í embætti sínu sem heilbrigðisráðherra og sko, en síðan bara höguðu örlögin því þannig að þetta gekk ekki upp. Björt framtíð var í ríkisstjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Nú ert þú komin í Viðreisn til Þorgerðar Katrínar og hennar fólks. Hennar góða fólks. Var þetta á grundvelli kosningaprófs? Ferðu bara að leita inn á við og lætur internetið ákveða þetta fyrir þig? Sko, bæði og já. Var það gervigreindin sem að leita þig? Ég hef miklar mætur á gervigreindinni. ChatGPT, sko, Magnafyrirbæri. Já, magnafyrirbæri og ég verð að viðurkenna, ég svolítið mikið, ég hættur að googla. Ég spyr það bara. Hvað er málið hérna og eitthvað svona. Sko, ég auðvitað, það voru þarna svona hugmyndafræðilega nokkrir flokkar sem ég fannst ég samleið með og misjafnlega mikla. Það er engin, þess vegna náttúrulega stofnaði ég minn eigin flokk vegna þess að mér fannst engin flokkur vera algjörlega minn flokkur sko. Hvað er það helst í stefnu Viðreisnar sem að heillaði þig? Sko, ég er náttúrulega mjög hrifinn af sko liberalismanum, af frjálslyndinu eða frjálshyggju eða hvernig þú þýðir það, sem sagt liberalisma og ég sko, ég hef kannski svona pólitískt, þá er ég kannski sko, sem sagt svona libertarian sósíalisti sem er ekki hægt að vera. Það er ekki hægt að vera bæði frjálshyggjumaður og sósíalisti. Það gengur ekki saman sko. Þannig að þetta togast svo mikið á í mér. Þannig að það sem að kannski hugnast mér mest í stefnu Viðreisnar og pólitíkinni er svona áherslan á einstaklingsfrelsið, frelsi einstaklings og afnám hafta. Það er nokkuð sem að sko bara pirrar mig sjálfkrafa, höft og mér finnst allt of mikið og svona einhver svona meðfædda haftatilhneigingu, setja aðgangsstýringar og svona tilefnislaust oft hérna á Íslandi. Þetta er einhver svona búrókratískur germani í erðamenginu okkar sem að finnst hann endilega þurfa þó að sé algjörlega ástæðulaust. Setjum limmið á hurðina bönnum hunda.
eitthvað svona, af hverju? Já, bara að því það oft svo miklu auðveldara, sko, það er að leysa öll vandamál á Íslandi, öll flókin vandamál á Íslandi með því að banna eitthvað og það fer í taugarnar á mér og mér finnst, sko, Viðreisn vera vettvangur til þess að vinna gegn svona bönnum og vinna að svona frjálslyndis stefnunni. En Viðreisn var stofnuð sérstaklega í kringum Evrópu hugsjóna, þar að segja að Ísland gangi í Evrópusamband. Já. Þú segist vera á móti tollum og aðgangshindrunum og á móti regluvæðingu. Já. Þú hefur séð væntanlega bunkana sem að staflast upp með reglugerðum og boðum og bönnum sem að Evrópusambandið er að innleiða og þvinga yfir aðildarríkin hvert á fætur öðru. En eins og góði Dóttinsvæk segir, það verður að ríkja agi. Þú veist, það verður að vera skipulag. En þú er komin í mótsök við sjálfan þig. Ég veit að ég er það. Ég er gangandi. Sigurjón Kjartansson lýsti mér þannig einu sinni sem gangandi þversögn. Og það er bara svolítið mín örlög að vera svolítið, sko, mér finnst á móti, og það var svolítið sem að ég hjó eftir í rannsóknarskýrslu Alþingis seinum árið, skortur á fagmennsku er meinsemd í íslensku stjórnkerfi og það finnst mér vera. Mér finnst okkur vanta ítarlegri og betri lög og við höfum verið að innleiða tilskipanir frá Evrópu sem að mér finnst að mestu leyti, þó við getum bent á að sumt að þessu sé leiðinlegt og óþarfi og svona, þá finnst mér þetta mestu leyti hafa verið til góðs og hafa bætt íslenska stjórnsýslu og gert hana faglegri. Í hvaða dæmi, getur þú nefnt með dæmi um þetta? Já, þú veist, ég menna til dæmis eins og til dæmis þetta banna tóbaksreykingar og ég var til dæmis sjálfur, þetta lagðist mjög illa í mig sjálfan á þessum tíma. Þú ert á móti boðum og bönnum, en þú nefnir þetta sem dæmi um að... Já, en þetta er nákvæmlega eins, þú veist, þegar ég var unglingur, þá var ég anarkisti. Og þegar ég var að tala við fólk, þá var ég anarkisti og veist ekki hvað anarkismi er? Jú, víst veit ég það. Og nú, hvað er anarkismi? Það er bara að vera á móti bönnum og móti lögum og, já, ertu á móti umferðarlögum? Nei, skilur þú veist, þetta er smá svona... Myndir þú, ef þú kemst inn á þing, kjósa með þingsályktunartillögu nokkurra Vinstri grænna og eins Pírata að banna auglýsingar á jarðefnaeldsneyti vegna þess að þar séum að ræða normaliseringu á neyslu stórhættulegrar vöru? Einmitt. Ég held ekki. En náttúrulega þegar þú gengur í flokk, hluti af flokki og hluti af heild, þá verður þú líka stundum að gera málamiðlanir og svona, þú veist, og það er bara svolítið það sem að pólitík er, að þú svona gengst undir eitthvað því að þú ert kannski ekki alveg sammálaði og þú ert kannski svona einhver svona rók innan hópsins en mér finnst allt svona, ég er mjög efins allt svona auglýsingabann. Mér finnst það ákveðin aðför að tjáningar og málfrelsi. Mér bara, finnst það, sko. Nú er Evrópusambandið stigið mjög harkalega inn í til dæmis og við erum með hótanir gagnvart Elon Musk og X vegna framgöngu hans verið að reyna að setja skorður við tjáningarfrelsinu þar. Mér finnst það bara gott, sko. Það má alveg setja honum aðeins stólinn fyrir dyrnar, hann er bara yfirgengilega frekur, sko, og Þannig að það má skerða tjáningarfrelsans að því hann er frekur? Nei, þú veist, þetta er náttúrulega ekki... Þú ert að segja þetta? Nei, ég meina það er ekkert algilt, þú veist, þetta er... Já, annarkvort að njóta menn tjáningarfrelsis eða ekki? Já, það er jú, það er rétt, sko. Mér finnst þetta bara, þú veist, þetta er ekki alltaf, það er ekki að alhafa það sama alltaf allt. Þetta er mismunandi og sem sagt, það sem manni finnst kann kannski að virðast vera að brota á einhverju prinsippi og mér finnst með Evrópusambandinu, það sem að ég sé í Evrópusambandinu gríðarlega göfug hugsjón
og sem á rætur sínar í Evrópu eftir stríðið, eftir seinna stríðið og náttúrulega sko Stefán Zweig Veröld sem var, skilur, þetta bara svona bók sem að, þú veist, bók sem hefði tilfinninga, það ekki oft sem að bækur hafa verulega tilfinningalega áhrif á mig, þetta bók sem hafði mikil áhrif á mig. Mikilvægi þess að sameina Evrópu og Churchill sagði þetta sjálfur líka. Hann talaði United States of Europe, eitthvað svona í líkingu við Bandaríkin og og ég tek undir þetta. Sem sagt mikilvægi þess að Evrópa standi saman og við séum virkur hluti af því og það margt sem að svona orkar tímalís í Evrópu, það mikið regluverk sem verið að innleiða og svona, og margt af þessu manni finnst óþarfi, en mér finnst bara staðan hér á Íslandi, aðalega gagnvart gjaldmiðlunum, þá þetta svolítið, íslenska krónan svolítið eins og reka heimili með virkum alkoholista. Þú veist aldrei hverju hann mun taka upp á. Stundum hann bara í góðum gír og stundum ekki. Þannig að hvort það hagkerfið eða gjaldmiðillinn? Ég held að það sé Hér veiðist ekki loðna sum ár. Hér veiðist ekki loðna sum ár. Já. Hér mæta stundum 2,3 milljónir ferðamanna en önnur ár kannski bara 1,5. Já. Á gjaldmiðillinn sem að endurspeglar verðmætasköpunina í hagkerfinu ekki að taka mið af því? Já. Þið segið alltaf í Viðreisn að það sé gjaldmiðillinn sem að valdi þessum sveiflum en það gjaldmiðillinn sem að endurspeglar verðmætasköpunina í hagkerfinu. Já. Ég myndi vilja skoða möguleika á því að taka upp annan gjaldmiðil eða tengja gjaldmiðilinn okkar við annan stöðugari gjaldmiðil. Ég myndi vilja það og sérstaklega með tilliti, mér finnst bara til dæmis þessi áhætta sem við tökum í gjaldmiðilinn, mér finnst hún ekki ásættanleg eins og bara með vexti og verðbólgu hér á landi sem að bara á löngum tímabilum gerir, eins og staðan í dag, gerir ungu fólkina ómögulegt að eignast þak yfir höfuðið og mér finnst það. Förum inn á húsnæðismarkaðinn á eftir, af því að hann mjög áhugaverður. Það eru stóru mál. Stórt og mikið mál, en ég er að reyna að átta mig á þessu með gjaldmiðilinn og skoðum það. Við gerum okkur líka grein fyrir því ef að það verður samdráttur í íslensku hagkerfi, óháð krónunni, það sé bara í útflutningsatvinnuvegunum, og gjaldmiðilinn tekur ekki sveifluna með atvinnuvegunum, þá leiðir það til atvinnuleysis. Já, en ég meina af hverju eru öll stór fyrirtæki á Íslandi að gera upp í evrum? Vegna þess að þau hafa tekjur í evrum. Það stóru fyrirtækin sem eru á innanlandsmarkaði gera öll upp í íslensku krónum. Þetta bara kjaftæði að öll stóru fyrirtækin gera upp í evrum. Það eru bara fyrirtæki sem að selja í evrum eða dollarum eða slíkt. Já. Nei, ég meina, mér finnst bara, þegar reynsla af því að Ísland taki virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi, finnst mér vera góð og Sameinuðu þjóðirnar, NATO, EES, mér finnst þetta allt hafa verið til góðs og ég vil bara sjá, þú veist, ég veit þetta ekkert. Ég get ekki sagt að bara, hvernig hlutirnir verða. Ef að við gerum einhvern samning við Evrópusambandið, ég veit ekki hvernig hann mun líta út. Hverju við þurfum að fórna og hvað við fáum í staðinn. Ég veit ekki, ég langar að sjá hennan samning. Eitt af því sem að menn nefna í því sambandi er að... Mér finnst það að vera svikin það. Það truflar mig. Það liggur fyrir hvað þjóðir fá og hvað þær fá ekki við það gangin í Evrópusambandið. Og Evrópusambandið segir það sjálft, það segir þetta er ekki aðildarviðræður þar sem að þú reynir að draga inn á borðið einhverja hluti sem að þú getur fengið út úr samstarfinu, það bara liggur fyrir hvað felst í því að gangi í Evrópusambandið. Er ekki best bara þá að bera það undir þjóðuna strax, hvort að hún vilji gangi í Evrópusambandið ekki. Og ef að sú niðurstaða er jákvæð, að þá fari menn og klára þessar aðildarviðræður. Vegna þess að í aðildarviðræðunum felst líka aðlögun að kerfinu. Já, þetta eru aðlögunar viðræður. Mér finnst við gætum verið með þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að Íslendingar vilja taka upp þráðinn aftur í þessum aðildarviðræðum og bara kanna hug fólks til þess. Ef að fólk ekki til í það, ef að Íslendingar eru í alvörunni ekki til í það að skoða þennan möguleika, þá myndi ég alveg setja mig þetta. Þá myndi ég bara snúa mér að einhver öðru, En mér finnst þetta þessi virði að skoða.
Eitt, af því að þú nefnir að þú sért liberal og þú ert lýðræðissinni og þú vilt að þjóðin hafi síðast orðið hlutina. Evrópusambandið nú þeirra gerðar að við myndum hafa mjög lítil áhrif þar inni. Við myndum hafa agnarsmáa hlutdeildin á Evrópuþinginu. Og svo þessum samtökum stýrt af 27 manna framkvæmdastjórn sem allt ókjörnir fulltrúar. Finnst þér það ekki undarlegt að menn skuli taka við skipunum og lúta stjórn fólks sem hefur ekki sótt neitt lýðræðislegt umboð til fólksins sem að það á að stýra? Sko, það náttúrulega margt sem að ég get ekki alveg útskýrt eða varið, sko. En ég held samt að megin stefna Evrópusambandsins og hugmyndafræðinar sé að gera heilbrigt og gagnvirkt lýðræði og mér finnst til dæmis sko hvað heitir á íslensku Committee of the Regions sveitarstjórnar stig Evrópusambandsins mjög áhugavert og ég held að við gætum til dæmis sko komið mörgu góðu áleiðis í gegnum það. Eitt sveitarstjórnarstig, en þeir eru líka að tala fyrir sameiginlegum fjárlögum. Mario Draghi hefur að tala fyrir því, menn að tala sameiginlegan her. Við vitum hver Ursula von der Leyen en hver til þess varaforseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins? Það veit ég ekki. Hver varaforseti framkvæmdastjórnar? Það annar valdamesti maður þessa batteri sem að þú vilt að við förum inn í og við vitum ekki eins og hvað maður heitir. Ég er ekki að segja að ég vilji endilega að við förum. Þú ert víst að segja það, Ég vil að við skoðum það. Ég vil að það sé bara... Þú vilt fara í aðildarviðræður sem eru aðlögunarviðræður. Já, en kannski kemur eitthvað á borðið sem að ég bara segi, þetta ég ekki. Bara eins og gerist bara kaupi bíl, skilur við. Bara gerir tilboð í einhvern bíl og fyrir að skoða hann og líst vel á hann og svo gerur tilboð í hann og það kemur gagntilboð, hann sem tekur ekki tilboð en býður eitthvað annað tilboð, þannig að þú fyrir að skoða bílinn aftur og þá kannski sér eitthvað sem að þér hugnast ekki, sem yfirsást í fyrraskiptið og en sko, mér finnst við sko líka bara svo oft vera að ræða eitthvað sem að huglagt, af því að við höfum eitthvað svona huglaga sýn á hvað þetta en ekki neitt konkrétt sýnilegt. Það verið bent á það á tímabilinu frá 1945 til 1995 hafi staða vinnuafls eða framleiðni vinnuafls í Evrópu í sambandi við Bandaríkin aukist stórlega og bara gengið mjög vel. Síðan eftir að evran var tekin upp og í kjölfar Maastricht sáttmálans þá sé bara framleiðnin í Evrópu og innan Evrópusambandsins á mjög hraðri niðurleið. Svo þegar ég skoða bara tölur yfir kaupmáttaleiðrétta landsframleiðslu á mann í Evrópu, þá sé ég að Noregur í 3. sæti, Sviss í 4. sæti, Danmörk í 5. sæti, Ísland í 7., Svíþjóð í 9. Hvað eiga þessi lönd sameiginlegt? Sko, það er bara í þessu skilur. Hvað eiga þau sameiginlegt? Það veit ég ekki. Þau eiga það sameiginlegt að vera annarkvort utan Evrópusambandsins eða og í öllum tilvikum með sinn eigin gjaldmiðil. Já, sko, það náttúrulega, sko, við erum alltaf með 2 lönd sem eru bara svo einstök að það ekki hægt að bera þau saman og þetta er bara stór vandamál til dæmis í pólitík í Svíþjóð, í bjónu í Svíþjóð, að þú veist, alltaf var að bera saman við Noreg. Af hverju getum við ekki gert eins og Norðmenn gera og eitthvað svona? Það er ekki hægt, en þetta er bara forríkt lið sem getur bara leyft sér alls konar hluti. En við getum það líka, við erum með orkuframleiðsluna, við erum með sjávarútveg sem ekki ríkisstyrktur, ólíkt öllum restina heiminum, meðal annars Noregi. Erum við ekki bara nákvæmlega þeirri stöðu? Þurfum við að tala okkur niður með þeim hætti? Nei, sko, ég myndi ekki telja okkur vera í sömu stöðu og Noreg. Noregur er náttúrulega bara eitt ríkasta land í heimi út af fiski en ekki síður út af olíu, sko. Þannig að sko, og Sviss líka bara mjög sér á parti, sko, sem svona fjármála land, sko. En þú veist... Samt erum við í hópi með þeim þegar kemur að því að bera saman lífsgæði og við stöndum þar í algjörnu sérflokki. Já, sko, en þetta með lífsgæði, þú veist, þetta er náttúrulega mjög afstætt og þú getur dregið fram tölur eða eitthvað svona og sagt, þú veist, og auðvitað bara, Ísland er mjög gott land, ég er ekki að segja það, og krónan
í sjálfu sér ágætis peningur og mér finnst vænt peningan okkar og sko Jón Sigurðsson og Jónas Hallgrímsson og Ragnheiður Biskupsdóttur og mann svona hlýnar hjartaræturnar sko. Brynjólfur Sveinsson. Brynjólfur Sveinsson. Já, Brynjólfur Sveinsson, já. Hvað besti maður? Að rýna í Í hérna Helgubók. Já, en greinilega nærsýnn. Þú sér það, hann er gríðarlega nærsýnn. Það var ekki glerúnu fyrir að fara í þá daga? Nei. En sko, þannig að það er ekkert alls slæmt. Ég sko, mér svíður til dæmis hvernig staða ungs fólks í dag á Íslandi er orðin. Það er orðið gríðarlega, það var talað hérna um Evrópusambandi, það var ágættur maður sem sagði að aðildarviðræðunum hefði verið slitið vegna þess að þetta hefði verið pólitískur ómöguleiki. Það er ákveðin ómöguleiki í gangi hérna fyrir ungt fólk að eignast þak yfir höfuð. Af hverju er það? Sko, ég held að það tengist aðalega krónunni og hái vaxtastigi og verðbólgu. Þannig að sko ég held að verðbólgan er afleiðing af einhverju. Hver er ástæða þess? Er það ekki húsnæðismarkaðurinn sjálfur? Jú, þú veist Af hverju er húsnæði svona dýrt á Íslandi? Já, það er margra hluta vegna. Við erum náttúrulega gríðarlega fá. Við erum með svona mikróhagkerfi og Er það lóðaskortur? Nei, sko, ég var ég bjó úti í Texas og ég var að fljúga, ég var að fara einhverja ráðstefnu í Þýskalandi og ég var líka búinn að gera annað að ég var búinn að breyta nafninu mínu. Ég er fyrsti Íslendingurinn, eini Íslendingurinn sem hef tekið upp nýtt ættarnafn síðan það var bannað og eða sem innfæddi Íslendingurinn. Aðfluttir Íslendingar mega vera með ættarnafn í þolíki svona misskiptingu það sem vera sem sagt til dæmis T.H. Jóhannesson. Já, sko og ég var með þannig að ég var með vegabréf með einu nafni en svo var ég skráður undir öðru nafni því að nafnabreytingin gengur ég hafði ekki komist til Íslands til þess að fá nýtt vegabréf þannig að ég var að vera með pappíra með mér og þetta þýddi yfirleitt gott spjall alltaf við landamæraverði í Bandaríkjunum og útskýra sína þeim, já, þeir tóku svolítið vel og svo var þarna einn svona tollari eða hvað heita, landamæra eftirlitsmaður og hann var að segja, út frá Íslandi, já, og já, ég hef nú ekki séð þetta, séð íslensku vegabréf hér oft og eitthvað svona og nei, mitt og svo var ég með svona ég var með svona vinnuvísa í Bandaríkjunum og hann sagði, já, þú ert með vinnu, þú ert komið með vinnuvísa hérna og þannig að það er næsta skref fyrir þig bara að sækja grænakortið og þú heldur að það gangi ekki og svona nei, eitthvað svona, nei, hann sagði, þú fer nú alltaf aftur til Íslands jú, auðvitað, já, til Íslands, jú, auðvitað ger ég það, nú, af hverju? Ég bara, Ísland er stórkostlegt land og ok, og það hefur komið til Íslands eða? Nei, ég hef aldrei komið þangað. Og segði mér, hvað búa margir á Íslandi? Og ég sagði, það er eitthvað 400.000 manns. 400.000 manns. Og ef þetta er svona stórkostlegt land, af hverju búa bara 400.000 manns? Og mér fannst þetta svolítið gott. Og ég bara gæti ekki svara þessu, ég veit það ekki, Við skulum aðeins fara inn á fólksflutninga hér rétt á eftir, en ertu að segja það í alvörunni að þú tellir að það sé ekki lóðaskortur sem hafi keyrt upp fasteignaverð á Íslandi? Að þéttingastefna Reykjavíkurborgar ekki síst, þar sem að menn mega bara byggja á mjög dýrum lóðum, þar sem tekur langan tíma að byggja, það sé ekki að ýta upp fasteignaverði í landinu? Sko, þetta er margslungið vandamál með lóðaúthlutanir. Við verðum að hætta að þenja út höfuðborgarsvæðið. Það er óhagkvæmt til lengri tíma litið vegna þess að samgöngur verða svo dýrar og óhagkvæmar.
og reyna að þjappa byggðinni og til þess þessi þéttingarstefna, þetta pólitískt mál. Já, en það þá pólitískt mál að hækka fasteigna, því að þú ert að segja að ungt fólk geti ekki eignast húsnæði. Já. Það að fasteignaverðið sé komið upp í 1 milljón kall á fermetri í flestum hverfunum hérna í Reykjavík. Já. Er afleiðing af því að menn hafa ekki byggt nógu mikið af húsnæði? Einmitt. Þannig að það er pólitískt mál. Það er hluti af vandamálinu, já. En það er ekki ástæðan fyrir vandamálinu. Það er hluti af vandamálinu. En við erum að reyna, ég veit að Reykjavíkurborg er að reyna, borgarstjóri var nú að lofa einhvern gríðarlegum fjölda íbúða sem hefur ekki alveg verið staðið við. Þannig að það er verið að reyna að koma til móts við. En ég meina bara það sem að kannski hefur staðið mest í vegi, staðið ungu fólki fyrir þrifum náttúrulega bara aðalega kostnaður, bara vextir og það er mjög erfitt að taka lán og Þegar vextir lækka þá hækkar fasteignaverð, þannig að þetta nú dálítið ömurlega vísa. Varðandi fólksflutningana, í stefnu flokksins þíns segir Ísland á að sýna metnað í alþjóðlegu hjálparstarfi, þróunarhjálp og móttöku flóttamanna. Hvað er metnaður í móttöku flóttamanna? Metnaður í móttöku flóttamanna fyrir mér snýst það að í móttöku flóttafólks að þá getum við verðum að hafa trausta innviði og þá er ég að tala regluverk og húsnæði og mannskap til að taka við fólki. Við getum ekki tekið við meira fólki heldur en við höfum innviðið til að ráða. Við höfum ekkert húsnæði, ertu þá að segja við getum ekki tekið á móti fleira fólki? Ég veit ekki alveg hver staðan í málaflokknum en þú veist, við erum að minnstakosti á mjög erfiðum stað. Ef við höfum ekki húsnæði, bara svo ég gagspyrði með þetta. Ef við höfum ekki húsnæði, ályktarðu þá sem svo að við getum ekki tekið á móti fleira fólki? Já, mér finnst það. Við verðum að bjóða fólki upp á eitthvað mannsamandi íbúðarúrræði, búsetuúrræði og meðan verða að fjalla þeirra mál. Ef við getum ekki gert það, þá getum við ekki tekið við fólki. Við getum ekki bara tekið við fólki af því að við viljum taka við fólki. Við verðum líka bara að sníða okkur stakk eftir vextu, átta okkur á því að við erum mjög lítil þjóð og okkur langar til að gera gott og langar til að skjóta skjólshúsi yfir fólk á flótta og mér finnst rétt að við gerum það en við getum ekki gert það bara nema einhverju ákveðnu marki. Höfum við gengið á langt í þessum efnum þegar þú horfir yfir sviðið? Ég tel það já, að mörgu leyti já. Við höfum sem sagt tekið við fólki sem við höfum ekki úrræði fyrir. Og mér finnst það er ekki gott fyrir neitt. Það er ekki gott fyrir gestgjafan eða gestin. Það er bara, og það leiðir af sér vandamál, árekstra og er svona grundvöllur fyrir fordóma og andúð sem að mér finnst algjör óþarfi. Í stefnu fyrirnefnsflokks sem við erum að ræða hér segir einu aðilarnir sem sigla sléttan sjó en ekki lygnan eru þau fyrirtæki sem fá sérmeðferð hjá stjórnvöldum með ókeypis aðgangi að auðlindum og frelsi undan íslensku krónunni. Hvaða fyrirtæki verða að vísa í sem að... Ég átti engan þátt... Þú berð fulla ábyrgð á þessu máli. Jú, nú ertu bara að koma þér í klandur. Já, Hvaða fyrirtæki njóta ókeypis aðgangs að auðlindum Íslands? Þarna þarf ég aðeins að stoppa mig. Það er náttúrulega aðalega verið og ég held að við vitum það báðir að það er að vera að vísa þarna í útgerðina Er hann með ókeypis aðgang að auðlindum landsins? Ég myndi nú ekki segja að hann væri ókeypis en hún hefur umsjónarvald umráð yfir auðlindunum okkar. Veistu hvernig auðlindagjaldið er reiknað? Nei, ég bara hef ekki hugmyndu það. Ef ég upplýsti það að gjaldið sé reiknað sér þannig að útgerðin greiði 33% af öllum hagnaði sínum í útgerð til ríkisins ofan á tekjuskattin. Já, okkur bara 33%. Ég spyr, er það til marks það
að þeir séu með ókeypis aðgang auðlindir? Nei, enda var ég ekki að segja það, ég var með það. Ég tek ekki undir það sem er ókeypis aðgang, en... Finnst þið 33% hæfilegt ef finnst þér að ef þú væri að reka fyrirtæki og myndi skila 1 milljón í hagnað og þú borgar það því tekjuskattinn? Sko, þarna erum við að tala fyrirtæki sem í rekstri með náttúrulegar auðlindir þjóðarinnar og mér finnst gegna öðru máli það heldur en bara einhvað fyrirtæki í almennum rekstri. En þau borga 33% af hagnaðnum sem hinn fyrirtækin gera ekki. Þetta ofan á tekjuskattinn. Hvað finnst þér að þetta gjald eigi að vera? Fyrst að flokkurinn segir að þetta sé ókeypis aðgengi. Þú ert ósammála því, en hvað viltu að... Það að segja að þetta sé ókeypis aðgengi bara ekki rétt. Nei. Ég þarf ekki að vera sammála eða ósammála, það bara ekki rétt. Þú þarft að fara að slá að putta með Daða Má og þú myndir segja úti vor. Nei, það ekki rétt. Það engin munur á vori og hausti hér, þannig að... Nei, við erum náttúrulega við erum að fara inn í frekar harðan vetur eftir frekar mildan vetur í sumar. Þú þurftir að skafa í morgun? Já, ég þurfti að skafa, ég var búin að gleyma þessu. Og það svo merkilegt hvað maður verður alltaf hlessa. Það deyr eitthvað innra með manni. Það deyr eitthvað innra með manni þegar maður lendir í þessu. Já, en samt þetta líka svo stór hluti af því að vera Íslendingur, að skafa. Það ég skef og þess vegna ég Íslendingur. Ég skef rúðurnar á bílnum mínum. Að minnstakosti svona klompur í allar rúður. Og happaþrennur, þú veist að lögreglan getur sektað þig ef þú skefur ekki rúðuna nægilega. Já, ég veit það og mér finnst það alveg hárrétt og svo líka annað sem að fólk kannski ómet og ég tel að það sé hluti, það stór hluti af þessum umferðarvanda, samgönguvanda sem oft til umræðu hér og þrætuepli og margs konar á Íslandi. Ég held að stór hluti af þessum umferðarvanda sé sá að fólk kann ekki keyra. Það bara svo mikið af fólki sem ekki hæft til að keyra bíl, sko. Það virðist ekki kunna svona lágmarks umferðarreglur. Það gerir einhverja svona litla glompu framan á bílrúðuna og keyrir svo á 40 á vinstri akreininni og Miklubrautinni, stoppar alla upp, þetta bara... Þetta svokölluð rörsýn. Já, þetta ákveðin rörsýn, sko, og ég hef lagt það til að ég vil að fólk sé sekta fyrir að keyra of hægt, sko, og ég vil að vera átak hjá lögreglunni að sekta fólk fyrir að keyra hægt og tefja umferð, en líka bara gera það ógeðslega hægt. Tala hægt, tefja fólk eins og það mögulega, og fólk að segja, já, en getum við aðeins drifið þessu, ég að vera setni já, þú þarft að hugsa það áðan, þú varst að keyra og það fullt af fólki sem er búið fyrir aftur þig sem alltaf seint, og líka skafa frá ljósum á bílum. Hvað viltu gera við fólk sem ekur hægt á vinstri akrein? Mér finnst að... Þú hlýtur að hafa óþol fyrir því fólki líka? Já, ég að tala það. Ég vil að það sé átak hjá lögreglunni og það verði sektað fyrir hæga akstur. Fólk keyri hraðar í umferðinni? Fólk keyri hraðar á vinstri akreininni og ef það vill keyra mjög hægt þá getur það farið á hægrustu akreinina. Og þetta Strætórinnina. Strætórinnina. Nei, já, þessum leyft að keyra fyrir einkabíla. Sko, loftslagsmál. Já, við erum bara rétt að byrja. Þetta er bara Sko, flokkurinn þinn vill banna dísel- og bensínbíla á næsta ári, 2025. Og það er bara nokkru dagar í það. Banna innflutning á nýjum dísel. Já, það er rétt að segja það. En með mögulegri undanþágu til 2030. Já, einmitt. Það er ekki búið að sanna það til þess að þessi rafmagnsbílar séu umhverfislega betri þegar þú ert að taka alla þessa fákændismálma sem er verið að ná upp úr jörðin í Úganda og eitthvað slíkt. Ég held að það sé alveg kýrskýrt að rafmagnsbíllinn er bíl framtíðarinnar. Það held ég sé alveg kýrskýrt. Þú ert ekki á rafbíl? Þú ert ekki á rafbíl? Nei, ég er á díselbíl, sko. Var ekki nær að þið myndu byrja á sjálfum ykkur áður en þið ætlaði að fara að banna okkur hinum að kaupa? Þetta gengur yfir okkur. Það gengur yfir mig. Já, ég er búinn að kaupa bílinn.
Og þið viljið banna rannsóknir sem tengjast olíuvinnslu í íslenskri lögsögu. Þetta ekki einhvers konar draumsýn sem ekki gengur upp? Nei. Olíunotkun er að aukast í heiminum. Það er allar þjóðir að keyra á aukinni notkun jarðefnaeldsneytis en í dag ætlum við að vera öðruvísum allir hinni hvað það varðar. Mér finnst þetta algjör óþarfi að vera standi í olíurannsóknum hér. Viltu virkja meira? Nei, mér langar það ekki. Hvernig eigum við þá að knýja rafbílana sem þú vilt að taka í? Ég vil skoða möguleika í kjarnorku á Íslandi. Í Búðardal? Já, það hefur komið fram í samtali okkar áður. Í Búðardal og Vestfjörðum, Austfjörðum, og ég held að það séu mikil sóknarfæri fyrir okkur og mér finnst þið búin að ganga of mikið á náttúru Íslands og ég set stórt spurningamerki við vindmyllur. Hvernig verður viðhaldið á þessu til framtíðar? Þannig að aukin orku þörf, hún verði leyst með kjarnorkuveri. Ég myndi vilja minnst á þessu skoða það. Ég er ekki... Ef það gengur ekki, hvaða leiðir eigum við þá að fara? Okkur vantar meira orku, er það ekki rétt? Jú, og það er einsýnt og það er sem sagt til framtíðar að heiminn mun vanta meiri orku og eftir því sem fólksfjölgun heldur áfram og nú talið að við munum ná því 2050 að verða 10 milljarðar og svo muni einhver svona fækkun eiga sér stað eftir það en það er alveg einsýnt að við þurfum margfalt meiri orku og ég held að sú orka sem við þurfum verði best leyst með kjarnorku. Ég held að það sé langskynsamlegasta aðferðin til að búa til orku og vatnsaflsvirkjanir heyri svolítið sögunni til. Þú vilt kjarnorku vera á Vestfirði, en hver er ástæðin til laxeldisins sem er núna að skapa bæði mikil störf og mikinn auð í okkar samfélagi? Já, það er nokkuð sem ég hef rætt áður. Þú veist, þetta er ekki annarkvort eða Ertu sáttur við laxeldis uppbyggingun eins og hún hefur verið hér ef við horfum fram hjá mögulegum slysasleppingum og slíku? Já, ég er sáttur við það. Þú veist, við verðum að vera raunsæ. Við getum ekki neitað fólki atvinnutækifæri á grundvelli hugsjóna. Þú veist, Þannig að þú styður uppbyggingu laxeldis fyrir vestan, austan og mögulega fyrir norðan eins og Tröllaskaga sem Já, en ég vil samt auðvitað að alls öryggis sé gætt og fullnægt, skilurðu. Og þetta er bara hlutur sem að við verðum að samskipti mannesku og náttúru hafa alltaf einkennst af málamiðlun. Það verður að vera málamiðlun og jafnvægi í samskiptum okkar þannig að við göngum ekki á náttúruauðlindir og völdum skaða. Völdum skaða á náttúrunni. Þannig að við eigum að nýta náttúruna, náttúruauðlindir, dýrategundir, eftir ákveðnum reglum og það að segja, þú veist, fólki fyrir vestan langar að prófa að vera með laxeldi og ég segi nei, ég vil það ekki. Ég vil ekki að fólk þar geri það því ég er hræddur að því mér er gaman að veiða lax og ég er óttast að það skemmi það fyrir mér. Þannig að ég fellst ekki á það og ég get vel skilið og svo finnst mér við bara að skoða líka til dæmis atvinnuuppbyggingu í víðara samhengi. Ég vil til dæmis skoða möguleika á að setja upp einhvers svona gerði fyrir ísbirni fyrir vestan. Til dæmis einhvers staðar við Drangjökul eða einhvers staðar, já. Og ég held að það gæti verið mjög góð atvinnuuppbygging í því. Þannig að þessum ísbjörnum sem skólar hingað... Sem að koma ég meina þeir koma 5 eða 10 ára fresti eða eitthvað og ég held að svona ísbjörn, eða svona hvítabjörn í svona gerði myndi skapa vinnu fyrir margt fólk. Ég held að þetta fá alls konar styrki og stuðning utan úr heimi. Þú vilt sem sagt opna ísbjarna dýragarð á Vestfjörðum? Já.
Ég hef lofað ísbirni áður. Já, við vitum nú hvernig það fór. Það virkaði mjög vel. Og svo vil ég líka, ég skil ekki, það var tekið upp á því að flytja hingað hreindýr til landsins og prófa það. Ég sé ekki annað en það hafi gengið mjög vel og þau eru þarna fyrir austan og þau hafa bara verið okkur til ánægju, held ég. Það gaman að sjá þau og svo fyrir fólk og veiðir þetta og það má gera góðan mat úr þessu og það má gera alls konar skrautvörur og pate og allan fjandan úr þessu. Okkur mátti ekki vera víðar, okkur mátti ekki vera fyrir vestan, okkur getum við ekki prófað aftur. Við reyndum einu sinni að vera með sauðnaut fyrir vestan á Snæfellsnesi, það gekk ekki og það var út af bara ákveðinni handvömm, en þessu var ekki sinnt almennilega. Ísbjarnapati, það vöruþróunarmál? Sauðnaut. Ísbjarnar? Já, ég meina það má, það er nú reyndar, Það er ekki gott kjötið það? Það er, sem sagt, kvikasilfurmengun, það er svo mikið kvikasilfur í ísbjörnum víst. Og ormar? Og ormar, já, en það er nú víða, það er í þorski líka, skilur, en það má pilla það úr, en mér finnst bara Ísland vera uppfullt af alls konar tækifærum til þess að gera ýmislegt og og svona líka bara aflétta höftum finnst mér svona ástæðulausum höftum sem skerða einstaklingsfrelsi og tækifæri fólks til þess að láta sér detta eitthvað í hug og gera eitthvað sem að engum öðrum hafi dottið í hug. Ég er búin að vinna við það alla ævi. En erum við ekki sífellt að fjölga ríkisstofnunum og opinberir starfsmenn með puttana í okkar persónulegu málefni og sendandi okkur bréf með þetta og hitt og setjandi okkur skorður? Jú, það þú að berjast gegn því? Já, ég náttúrulega það vita mörg af andstöðu minni við þessi mannanafnalög til Íslandi. Mér finnst þetta súrrealíst að það skuli vera hér nefnd á vegum hins opinbera og sérstök lög það hvað við heitum þegar það er villta vestrið í því. Fólk getur heitið eiginlega nokkurn veginn hvað sem er og það eru Íslendingar núna sem bera nöfn sem eru mjög augljóslega jafnvel asísk sem sagt og nefna börnin sín eftir hefðum sinnar menningar en fólk sem er fætt hérna það er einhver gilda önnur lög það og mér finnst þetta bara fáránlegt og mér leiðast afskipti hins opinbera af mínu persónulega lífi og mér finnst að ég eigi að hafa fullt frelsi til þess að fara mína leið í gennum lífið til að finna mér lífshamingju svo farmalega sem það bitnar ekki á einhvern veginn og öðru fólki. Þú telur að rétta leiðin til þess að tryggja það sé að gangi í Evrópusambandið. Evrópusambandið, já. Nei, en ég get sagt, þú veist, og sumt að þessu er náttúrulega súrrealíst, þegar hann pabbi minn dó 2008 sattur lífdaga þá og þegar að fólk deyr þá hættir það að vera einstaklingar og verður dánarbú. Það verður dánarbú sem er bara gert upp eins og hvert annað þrotabú og þetta er póstur til dáins fólks það kemur stílaður á DB ekki á einstakling heldur dánarbú einstaklingsins og svo var ég stundum að hjálpa mömmu að fara svona í gegnum, opna bréf og fara í gegnum þetta og síðan kemur eitt bréf til pabba frá Sjúkratryggingum Íslands og það er stílað bara á herra Kristinn Óskarsson, ekki DB, herra Kristinn. Svo ekkert af í skorist. Og ég var svona forvitin og ég opnaði þetta og þarna er eitt merkilegasta bréf sem ég hef séð. Þarna stóð sem sagt, kæri Kristinn, umsókn þín neyðarhnapp hefur verið tekin fyrir og fundið hjá Sjúkratryggingum Íslands. Niðurstaða, umsókn hafnað, ástæða, umsækjandi er látin. Með kærri kveðju, Sjúkratryggingar Íslands og þetta var undirskrifað af mannesku. Þarna var sem sagt að vera að láta manni vita að það sem hann var dauður, þá var það mat Sjúkratrygginga Íslands að hann hefði engin not fyrir neyðarhnapp.
að því að dautt fólk getur sjaldnast nýtt sér hann. Þetta ekki ofþjónusta einhvers konar? Jó, þetta er náttúrulega sko búrókrasía. Og búrókrasía hún er hluti af því að vera manneskja í mannlegu samfélagi. Þá kemur búrókrasían og hún er stórkostleg. Ég dáist að búrókrasíu bæði í Evrópusambandinu að því að þetta er system til að gera hlutina rétt. Eins rétt og hægt að gera það. Og ekki síst í Bandaríkjunum áhersla Bandaríkja Ameríkana á að vera með frumrit. Að þú ert með eitthvað vottorð og þá er alltaf frumrit og helst með vassmerki og þau leggja svo mikið upp úr þessu og ég þekki til dæmis félaginn minn sem var kennari við virtan háskóla í Bretlandi fékk síðan tilboð frá háskóla í Bandaríkjunum að koma þar og kenna og hann var með vottorð frá Oxford held ég, Oxford háskóla að hann hefði starfað þar en það vantaði stimpil. Þegar þið settu þessi skilið í Bandaríkjunum var í stimpil, þið tók ekki markaði ekki stimpil. Og hann talaði við háskólann og sagði, vantar stimpil og þeir sagði, já, við erum ekki með stimpil. Þetta er nóg, en Amerikanandi tók þetta ekki gilt. Þannig að endanum fékk hann vin sinn, sem var grafískur hönnuður, til að búa til fyrir sér stimpil. Og bjóð bara til sér, gerði eitthvað svona Oxford stimpil, þá rann þetta í gegn, skilju. Þetta er dásemdin við búrókrasíuna, sko. Þannig að, nei, þú veist, anarkistin ég vil samt hafa umferðarlög og mér finnst að það eigi að gilda umferðarlög og það eigi að taka hart á fólki sem brýtur þessi lög. Þetta er samfélagssáttmáli. Þá það komið að reynd, rétt í lokin, Jón, í þessu langa og góða spjall okkar. Já. Mikill yfirferðum. Þetta er yfirheyrsla, þú bara... það er það sem ég fæ borgað fyrir. Já, einmitt. Þú komin inn í Viðreisn. Þú ætlar að komast á þing. Já. Í hvaða kjördæmi ætlar að fara fram? Reykjavík. Ok. Og ég sækist eftir fyrsta sæti, Reykjavík. Reykjavík norður eða suður? Það, náttúrulega, það er mitt að velja. Það er ekki aðgreint í prófkjörinu. Það er bara þau sem að fá besta kosningu geta valið sér kjördæmið og ég er Reykvíkingur, ég hef alltaf búið í Reykjavík. Nú er fólk sem að vermið þessi sæti eftir síðustu kosningar. Þú þá vantar að fara að taka slag við þessa nýju félagsina, Þorbjörgu Gunnlaugsdóttur og... Einmitt. Það er svolítið name of the game og það tók mig langan tíma að átta mig á því, að því að náttúrulega kom inn fyrir slysni í pólitík. Misskilning? Þetta var misskilningur. Nei, ekki misskilning. Þetta var ákveðið svona fljótfærni og hugsunarleysi, blandu af fljótfærni og hugsunarleysi, en það hefur líka gilt svo margt annað í mínu lífi. En ég reynir síðan bara að taka ábyrgð á því sem ég geri og pólitík er líka ákveðið svona skúispil. Það er ákveðið, þetta er ákveðin tegund af leiklist og ég áttaði mig svolítið á því þegar ég var í pólitík að þetta er ákveðin leiklist og maður sem pólitíkus á ekki og maður ætti ekki að taka hluti persónulega. Það tók mig langan tíma að átta mig á þessu. Verður þetta prófkjör? Hvað segirðu? Verður þetta prófkjör? Já, það verður prófkjör. Þannig að þetta verður bara blóðugur slagur? Það er ekki víst. Heldur þú vinnur þetta auðveldlega? Ég vonast til þess, já. Og ég vil reyna að komast út úr þessu í gegnum þetta án þess að valda einhverjum sárindum eða stíga á einhverjar tær eða, þú veist, mér finnst allt í lagi að pikki fólk og kitla það, en mér finnst annað að hrinda fólki. Ég ger stóran mun þarna á.
Þannig að mér finnst þetta bara spennandi. Ég hef aldrei tekið þátt í svona. Ég var einu sinni með pólitískan flokk, það bara réði ég öllu. Það, eða svona ég og einhver svona klíka. En ræður þú ekki öllu í þessum flokki núna? Hvernig kom þetta? Hringdur þú bara í Þorgeir og sagðir, nú ætla ég að koma hér? Takk fyrir og góða nótt. Já, það var eiginlega þannig, sko. Ég sko, eftir að vera búin að velta þessu fyrir mér fram og aftur, tók svona kosningapróf sem heitir eitthvað jegkís.is og þar kom ég afgerandi út sem kjósandi Viðreisnar og það var til þess að ég fór að svona skoða málefnaskrána og stefnuna og ég get tekið undir þetta flest. Þarna eru mál sem að mér finnst brýnt, þau eru með umhverfis- og loftslagsmál til dæmis sem að mér finnst mjög brýnt og Tók hún þér vel? Tók hún þér vel? Já, við náttúrulega þekkjumst sko frá fornu fari, við erum náttúrulega bæði kaþólikkar sko, þannig að sko þarna sko svona, já, svolítið kaþólskar áherslur. Þið eru fólk hérna stóru kerfa, kaþólska kirkjan og Evrópusambandið. Já, einmitt, og Vatíkanið, hvaða gjaldmiðil er Vatíkanið með? Já. Evru. Og Francis Pái segir að þetta sé bara allt annað líf eftir að tók upp evru. Takk fyrir komin á Jón. Herru, þakka þér. Alltaf gott að fá því, ég vona að þú komir ekki aftur á þessu ári en ég get ekki útilokað neitt. Nei. Bara, takk fyrir, þetta er bara reglulega gaman, sko. Ég held að við bara rétt sloppið við það þessi þáttur teygði sig ekki yfir á laugardag en við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið og við hlökkum til að sjá okkur hér í næstu viku. Kosningaveturinn er auðvitað komin í fulla gang og kosningabaráttan og hún fer fram hér á vettvangi spursmála. Góða helgi.